ætla að gefa ykkur smá reynslu af það sem ég búinn að upplifa gegnum raunfærnimatið. Ég ætla að byrja á raunfærnimaturinn og verið í skólagöngunum sem slíka, sko. Ég var að horfa á hennar fyrirlestur sem við vorum búin að hafa hérna og hugsaði með mér, var þetta svona flókið? Nei, þetta var alls ekki svona flókið. Þetta var bara mjög einfalt og rann í gegn mjög þægilega. Það var minna mál heldur en maður þarf að vona. Ég hugsaði með mér þegar ég fór að hugsa tilbaka út af hverju fór ég í raunfærnimat. Það var í kringum 2007 sem ég fór að hugsa þetta. Það var svona umræða í kaffistofunni þennan möguleika og ég hugsaði með mér af hverju að fara í nám núna, voru 50 löngu hættur að hugsa nám. Jú, þá fór ég að hugsa betur. Mér leiðist alveg afskaplega þegar einhver hringir inn og ég sé Björgvin smiður. Þá kemur alltaf svona smá, má ég segja smiður? Það alltaf eitthvað svona sem að pirraði mig, sko. Þannig að ég hugsa með mér, sko, það var eiginlega raunverulega kannski eina ástæðan sem mér fannst þá að fara í námið. Að geta rétt aðeins betur úr mér og sagt bara ég smiður eða pípari. Þannig að út frá því ákvörðun tók ég þá ákvörðun að fara í nám. Ég fór í raunfærnismatið, eins og þið vitið, og bæði í pípulögnum og hússmiði. Ég kem að því aðeins seinna, hvernig það uppgötvaðist eða þróaðist. Raunfærnismatið alveg meiri háttar uppgötvun, af því að það hjálpar okkur að gríðarlega að meta það sem við kunnum. Ég var búinn að starfa í byggingabransa síðan ég man eftir mig. Ég byrjaði bara sem smá krakki að starfa í byggingabransa. Ég raunin að klára aldrei nema barnaskólann. Lítið meira en það. Ég gaf mér bara sjálfur það loforð að taka fyrstu önnina. Og ég hugsaði bara ef ég horfi hérna á okkur. Veistu, ég gæti þá getið þetta allir. Af því að þegar ég hendi mér beint í djúpulegina, af því að hrunið kom hérna fljótlega þegar ég fór að hefja nám og fór bara beint í dagskóla. Það var með litlu krökkunum í iðnskólanum í Hafnarfirði. Og það var gríðarlega erfitt af því að ég hafði ekkert bak mig, ekki neitt. Ég þurfti að bara taka alla ensku, dönsku, stærðfræði og allt saman, sko. Þurfti bara að byrja frá núlli rauninni, sko. Og það var gríðarlega erfitt. En þetta var ógeðslega skemmtilegt. Og ég byrjaði strax í náminu og alltaf að taka þetta með promptu, sko. Þá náttúrulega kom ég strax á vegginn, sko, sem ég vissi alltaf var. Þannig að ég fór beint í starfsráðgjafa, í námsráðgjafa. Þá kom það náttúrulega strax í ljós að ég var bæði með lesblindu og skriftarblindu. Og það var það sem að stoppa mig í námi þegar ég var krakki. Það var aldrei bara greint. Þannig að það var tekið strax bara á því, bara frá degi 1 í rauninni. Ég fór bara að opna mér gáttinn á blindrabókarsafnið og ég fekk lengri próftíma og var tekið á því sem slíkt. En þetta var, eins og ég segi, þetta var ekkert mjög auðvelt. En þetta var alveg til þess vinnandi og virkilega skemmtilegt. Ég þurfti að hafa fyrir því. Ég kláraði fyrstu önnina og svo þegar var komið aðeins inn á aðra önnina, þá var þetta svo skemmtilegt að ég sagði sjálf mig, af hverju bæti ég ekki húsasmiðinu við þegar ég byrjaði á pípulögnum? Jú, gera það bara. Bæti bara pípusmiðinu við, fór í annar raunfærnimat, tók sem sagt dagskóla í Hafnarfirði og kvöldskóla í Reykjavík. Þannig að ég var bara frá aðtölu í þessu, hélt bara áfram á fullu og kláraði sveinsprófið, bara ágætlega. Svo bara strax í framhaldi af því, þá dreif ég mig bara í meistarskólann og kláraði þetta. Starfa núna bara, ég með yfirumsjón viðhald hjá Grund, þaðlæminu, sem viðhaldi þar og bara líkar vel. En mér líður rosalega vel að vita geta sagt, sko, ok, ég húsasmiðarmeistari eða húsasmiður og pípulögnarmeistari. Og ég sé ekki eftir einu einasta degi að hafa farið þessa leið í þennan skóla. Þessi raunfærnismat hjálpa manni gríðarlega mikið
að geta metið mitt hæfni sem verkmaður. Þannig að ég mæli eindregið með, ef þið er eitthvað að hugsa, bara látið vaða. Þetta kostar ekki neitt. Láta vaða, þetta er ekkert svo rosalega dýrt. Kostar smá vinnu, en alveg til þess vinnandi.